Heimsmeistaramótið verður haldið í Brasilíu á næsta ári. Ísland dróst í erfiðan riðil í undankeppninni með heimsmeisturum Spánar og Evrópumeisturum Englands, auk Úkraínu. Sigurvegari hvers riðils kemst beint á mótið en hinna liðanna býður umspil. England og Úkraína mættust í gær þar sem þær ensku unnu stórsigur 6-1, þrátt fyrir að staðan hafi verið markalaus í leikhléi. Það var ljóst að það yrði við rammanreip að draga hjá stelpunum okkar á Spáni, þó að nokkra lykilmenn hafi vantað í þetta efsta lið heimslistans. Spænska liðið sótti fast að íslenska markinu og fékk 5 hornspyrnur á fyrstu 14 mínútum leiksins. En ýmist brást þeim bogalistin eða vörn og Cecilia Rán Rúnarsdóttir í marki Íslands stóðu vaktina. Þegar 7 mínútur voru eftir af fyrri hálfleiknum varð undarleg atburðarás. Lenda saman og liggja báðar eftir og við missum af fyrsta markinu. Hvað í ósköpunum gekk það á? Hér er verið að flauta. Ég veit ekki hvort að markið telji. Hér er verið að draga upp spjöld. Ég átta mig enga veginn á því hvað er í gangi en markið telur líklegast. Claudia Pina er að koma Spánverjum yfir. Markið taldi og Sveindís Jean Jónsdóttir fékk gult spjald. Ég fæ bara eitthvað högg á kjálkann og ég veit ekki alveg af hverju þetta er gult spjald og ég held að maður fær höfuðhögg og maður er að stoppa leikinn en greinilega ekki þetta skipti. Staðan var 1-0 í leikhléi en í síðara hálfleik bætti Pína marki við og Edna Imate breytti stöðunni í 3-0 sem urðu lokatölur leiksins. Íslenski hópurinn ferðast á morgun til Englands og mætir Evrópumeisturunum í Nottingham á laugardaginn. Auðvitað er erfitt að spila á móti og allt það. Þetta er frábært fótbolti, þetta er frábæri leikmenn en þessi leikur breytir ekki markmönnum okkur og hefur ekki úrslit áhrif á markmönnum svo staðan í dag. Heilt yfir vorum við að ná að verjast þeim ágætlega og svo er þetta bara mómenta sem að við slökkum á okkur í hálfu sekundu sem að þær nýta sér.